Ja, góðan daginn. Verið hjartanlega velkomin hérna til okkar á fræðslufundi VFIB sérbýli og starfslok. Ég heiti Sveinbjörn Sveinbjörnsson og er forstöðumaður einkabankaþjónustu VFIB. Og hér í dag ætlar Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur hjá Reykjavík Economics, að kynna nýútkomna skýrslu sérbýlismarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu og velta fram þeirri spurningu hvort að framundan séu kynslóðaskipti á þeim hluta fasteignamarkaðarins. Í kjölfar þess mun Elmar Árnason, viðskiptastjóri hjá einkabankaþjónustu VFIB, ræða áhrif þess sem að eigna sala hefur á greiðslur úr Tryggingastofnun og aðeins kannski fara í gegnum með ykkur þær breytingar sem að orðið hafa á því kerfi. En að erindi Elmars loknum munu hann og Magnús standa hérna uppi og svara þeim spurningum sem kunna vakna. En áður en ég býð Magnús hérna með sína skýrslu, að þá vil ég bara benda ykkur endilega á ef að spurninga vakna í kjölfar erindana og eftir að þeir eru að keyra heim í dag, að þá beini ég ykkur að fara á wafib.is, það er ýmsan fróðleik að finna og svo er netfangi hjá okkur wafib.is og við svörum okkur þar hæl. En ég þakka fyrir mig og býð Magnús Árna Skúlason velkomin. Komið þið sæl og gaman að sjá hversu margir eru komin í dag. Þarna við byrjuðum á að spá í sérbýlið með VFIB og Íslandsbanka svona í vor. Okkur þótti forvitni á að vita hvernig sérbýlismarkaðurinn hefur þróast, líka vegna þess að hann tók töluverða dýfu hér við fjármálaáfallið haustið 2008. Og einnig það að margir þeirra sem hafa átt sérbýli, sérstaklega þeirra sem eru í eldri kantinum, hafa kannski ekki átt full lífeyrisréttindi og hafa þess vegna verið að kannski hugsa að sérbýli væri að hluta lífeyrir og vilja kannski minnka við sig og kaupa íbúð í staðinn. Þannig að svona fókusar á þann hluta fasteignamarkaðarins. Svo erindi heitirinn voru sérbýli í sókn, eru kynslóðaskipti framundan á sérbýlismarkaði. Svo bara kannski vaknar fyrsta spurningin hvort að er íslenski draumurinn, er það sérbýli eða ekki? Við vitum það að bandaríski draumurinn sem Donald Trump var nú að reyna að endurvekja, að það var oft einbýli og bíll og kannski skýrir það hluta til hans kosningasigur. En áður við förum út í það og einbýli þá kannski rétt að vekja athygli á því að fjölskyldustærð hérna kringu 1960-1970 var mun stærri heldur en í dag, þannig að fjölskyldustærð hefur farið minnkandi og þar er kannski ekki eins margir sem hafa áhuga á sérbýli eins og áður, það er yngra fólk. En svo er náttúrulega alltaf einhverju sem vilja garð og grúska og svo er náttúrulega takmarka framboð að sérbýli kannski sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu þó sérbýli sé náttúrulega mun algengara út á landi. En með sérbýli eigum við bæði einbýlishús og raðhús og svo parhús í raun og veru. En svo bara undirliggjandi hvað skapar eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði almennt, það er fólksfjölgun og fólksfjölgun hefur verið dálítið ör núna á undanförnu ári og þið sjáu kannski bæði annars vegar er þarna rauðalínu sem eru Íslendingar, svo eru svarti hlutin af grafinu eru erlendir ríkisborgarar og svo línan sem gengur henni gegn hlutdeild höfuðborgarsvæðisins. Og við sjáum þarna að hlutdeild útlendinga til dæmis hefur verið mjög mikið vaxandi og þeim fjölgar ört á Íslandi, sérstaklega þessi misserinn. En bara svona rétt til þess að fara í gegnum það, í lok þriðja ársfjórðungs var mannfjöldi á Íslandi 337.000 manns og það var 1,9% aukning mannfjölda sem er eiginlega mesta aukning sem hefur verið með langt árabil vegna þess að í kjölfar fjármálaáfallsins fluttu töluvert mikið af fólki erlendis. En í raun og veru hefur fólk verið að flytja til landsins líka og 17% aukning erlendra ríkisborgara á sama tímabili í raun og veru einu ári og þeir eru um 30.000. Fjölgunin á höfuðborgarsvæðinu var ekki eins mikil eða 1,6% en núna á höfuðborgarsvæðinu búa rúmlega 200.000 manns sem er orðið svona sæmilegt borgríki í raun og veru eða 64% landsmanna. Svo ánægjulega breytingar átt sér stað að fólk er byrjað að flytja aftur til landsins, ekki frá því, en auðvitað eru samt sem áður eins og kemur kannski fram á næsta graf á eftir,
að þá eru Íslendingar yfirleitt að flytja út, en það getur líka helgast að því að það er tiltölulega stórt hlutfall ungs fólks á Íslandi á aldrinum 20-30 ára sem er annarkvort að leiða einhver vit ævintýri eða leiðin í nám erlendis og kemur kannski tilbaka. Það sem er áhugavert að sjá á þessu grafi, ef þið horfið á til dæmis árið 1994 eða 92 þegar það var svona síðasta kreppa á húsnæðismarkaði sem var alvarleg, að þá liðu alveg 2 ár þar til að fólk fór að flytjast úr landi. En það var einfaldlega vegna þess að á þessum tíma þurfti fólk að senda bréf til að sækja vinnu erlendis, en þarna að þið sjáðu hvað gerist 2009 þá fer fólk strax, en það fór bara hreint og beint á netið og sóttu vinnu. Þannig að það er svo umbreyting sem átt sér stað og ef þið sjáu þannig mikla fjölda sem fer út, það er hann hátt í 6.000 mann sem fara á 2 árum út til útlanda og ef við bara segðum að það væru 3 í heimili eða 2 í heimili þá er það ansi margar íbúðir sem losna. Þannig að í raun og veru verður þarna kannski neikvæð eftirspurn eftir húsnæði náttúrulega. Þannig í raun og veru meðan að fólksfjölgun er þá er náttúrulega fjölgun eftirspurn eftir húsnæði. Það sem hefur einnig gerst og það er það að atvinnuleysi hefur batnað og kannski sérstaklega ánægilegt að atvinnuleysi ungs fólks hefur verið á niðurleið, en það var mjög hátt í fjármálakreppunni, en nú er í raun og veru 3% atvinnuleysi sem í raun og veru ekkert atvinnuleysi, það geta flestir fengið vinnu sem þurfa vinnu. Þannig að það er líka góð tíðindi fyrir fasteignamarkaðinn. Til að fara yfir þessu þá kannski kaupmátturinn hefur vaxið bara núna í september 8,5% og jókst líka 7,6% árinu 2015. Og við sjáum þarna rauðu línuna sem sýnir kaupmáttinn að hún er orðin, og þetta er í raun og veru, ef við verðum miðuð við það, þetta er bara eins og mjólkurlítur kostaði 2007 og þá er kaupmátturinn hærri og kannski ekki endilega kaupmáttur ráðstöfunartekja því að kaupmáttur ráðstöfunartekja þarf að taka tillit til skatta og bóta og ýmislegt annað, en kaupmáttur vísitalan er hún hærri heldur en hún var, miklu hærri heldur en hún var á bóluárinu 2007. Þetta hefur náttúrulega gerst vegna þess að verðbólga hefur verið mjög lág því að kaupmáttur í raun og veru lækkar að það kemur verðbólguskot. Það hefur ekki komið ennþá og það virðist vera að olíuverð sem kannski sérstaklega hefur áhrif á verðlag, að það muni haldast lágt og viðskiptakjör Íslendinga eða svona raun og veru inn- og útflutningur verða á innflutningi hefur verið hagstætt miðað við okkar útflutningsvörur, þannig að við höfum verið komið ágætlega undan þessu fjármálafalli allar síðastliðin 2 ár. Og verðbólga, ef það kemur verðbólguskot, þá gæti hún rýrt kaupmáttinn og náttúrulega líka rýrt verð fasteigna. En kaupmáttur í raun og veru er einn af svona helstu drifkröftum fasteignaverðs ásamt vöxtum. Þannig að útlánsvextir og leið þeir lækka, þá hækkar yfirleitt fasteignaverð. En til að svara, er sérbýlisókn? Já, svarið er einfaldlega já, en þess að það er 23,4% aukning í veltu kaupsamninga árinu 2015. Það var eitthvað 115 milljarðar velta. Ég held að velta núna í ár, bara með október, með þess að ég skoðaði, sé kringum 120, þannig að það er enda veltu aukning á árinu 2016. Þannig að það sýnir okkar að það er mikill áhuga á þessu markaði. Og það er raun og veru 200% veltu aukning frá árinu 2009 til 2015 þegar náttúrulega árið 2009 er rétt að geta þess að allir fasteignamarkaði botnfrusu á því ári. Raunhækkunin, hún hefur verið töluverð, það er kannski það sem vekur áhuga fólks sem hefur verið í sérbíli og kannski hikað við að selja og fara í fjölbíli, að hækkunin hefur verið 23,8% raunhækkun í raun og veru, raunhækkunin, frá því að raun og veru sérbýlisverðið náði botni, það er í apríl 2011, fram til september 2016. Þetta er gríðarleg hækkun og þeir sem, maður segja kannski svo að þess að ég var ræða við kunningja minn í dag sem keypti raðhús í Fossvoginum fyrir 2 árum síðan fyrir 57 milljónir, settir enda 10 milljónir í það, en hann myndi sjálf fá 80 milljónir fyrir það í dag, rúmlega 200 fermetra raðhús. Þannig að þetta er það sem hefur verið að gerast núna undanfarið og þar með hefur svona óvísandileg könnun maður gerir meðal sérstaklega eldra fólks, að eldra fólk hefur hikað við að selja vegna þess að það hefur verið dýrt að fara í fjölbíli eða húsnæði sem er fyrir plus 50 eða eitthvað þess háttar og hefur fengið lítið á milli því að raun og veru horfði fólk stundum á sérbílið og það eigið fé sem byggðist upp í því
sem hluta lífeyrissjóði sínu þegar það fara á eftirlaun vegna þess að það var kannski ekki með full eftirlaun meðan við fólk sem kannski ungt í dag sem fer á eftirlaun eftir 20 ár. Svona rétt til þess að sýna ykkur þannig að þarna annars vegar fyrsta myndin sýnir veltuna og þið sjá hún hefur farið vaxandi og það í raun og veru gráa súlunar eru fjöldi þinglýstra kaupsamninga og hitt veltutölunar á öðrum ásnum og svo sjáum við í raun og veru hækkunina og þetta hækkunin svona frá 1994 og við sjáum að raunverðið á sérbílinu samt ekki komið í þær hæstu hæðir sem það var 2007. Þannig að sjáum rauðu línuna sem vísitalan, gráu línuna sýnir breytinguna og við sjáum að fasteignaverð féll töluvert þarna kringum 2009. En raunverðið raun og veru ekki komið í þær hæstu hæðir sem það var þann 2007. Svo kannski næsta mynd fyrir neðan, það sýnir líka veltuna, bara mánaðarveltuna, þarna sjáum við reyndar gjána, þarna verkfall hjá sýslumanni, þannig að það kemur svona óeðlileg svona ris og dýfa, en trendið eða sett leiknin liggur upp á við, þannig að veltan hefur verið stigvaxandi. Ef við tökum styttra tímabil sem þá síðasta myndin sem þarna, að þá sjáum við svona frá fjármálaáfallinu, það verði lækkaði töluvert, rauða línan aftur, og við sjáum breytingunu í gráu stikunum, þarna gríðarlega mikil lækkun og í raun og veru og lækkunin nemur þarna kannski 15% en verðið hefur verið mjög stígandi á undanförnum mánuðum og raun og veru síðastliðin ári. Og það kannski líka áhugavert að velta fyrir sér hverjir eiga sérbíli. 41% alls sérbílis í Reykjavík í eigu fólk sem 60 ára og eldra. Og fólkinu aldrei 50 til 59 ára á 31% af öllu sérbíli. Þannig að þetta er enda tölur frá 2014, þannig að þetta var sérvinnsla sem við fengum frá Þjóðskrá Íslands. En í raun og kannski hefur þetta hlutfall aðeins breyst, en í raun og veru þarna er gríðarleg tækifæri fyrir fólk sem 60 ára eldri sem vill kannski fara að minnka við sig og líka huga að þeim leiðum sem það vill gera eins og ég legg áherslu á, að þau sumir lita á eigið fé í séreigninni sinni sem lífeyrissparnað og þá er kannski að gera huga því hvað er rétt að gera við þann lífeyrissparnað á að fjárfesta honum í einhverju öðru, í sjóðum hjá FIB eða allavega eyða honum í einu lagi. Það er kannski skynsamlegra að þá ávaxta til framtíðar og sjá svona með sérfræðingu hvernig er hægt að horfa til langs tíma að njóta ávaxtana og jafnvel hluta höfuðstólsins svona á seinna æviskeiði. Og aðeins 28% sérbíli eigu fólk sem undir 49 ára, þannig að þarna er tækifæri greinilega fyrir kynslóðaskipti á markaðnum. Og fólk sem kannski undir 49 ára, það fékk töluverða leiðréttingu, bæði með leiðréttingu ríkisstjórnarinnar og svo 110% leiðinni. Og hefur þar alveg með þessari verðhækkun sem hefur orðið á íbúðamarkaði kannski eignast töluvert mikið í sínum fasteignum eða fjölbýli og hefur þar alveg möguleika á, bæði út á kaupmætti, aukin eiginfjármyndun og minni skuldsetningu, hefur það tækifæri á að versla sér eða færa sig yfir í sérbýli. Og við sjáum kannski, þetta er skýrt kannski í Fossvoginum, það er bara tekið eftir á nokkrum árum, þá hefur orðið algjör kynslóða skipti í því hverfi. Og yngra fólk komið inn og en við tökum spurningar á eftir. Já, en sem sagt, það er rétt athugað, það er mátt gera það fyrir. En svo kannski það sem líka er að tekjur eldra fólks fara hækkandi og heildarlaun og fjármagnstekjur hafa farið vaxandi hjá fólki yfir 67 ára aldri. En höggverna minnkandi fjármagnstekna, það er greinilega verið fólk hefur annarkvort tapað einhverju í fjármálahruninu og þar alveg hefur eða tapað sparnaði og þar með lægri tekjur af fjármagni. Og skuldahlutfallið fer lækkandi náttúrulega eftir því sem lífaldur hækkar. Þið sjáu þarna á neðri myndinni hvernig skuldahlutfallið það breytist.
en það samt sem að athyglisvert að það samt sem að fólk sem 95 ára sem skuldar eitthvað. Þannig að maður hefði aldrei engin að fólki yfir svona 75 ára aldrei myndi ekki skulda mikið. En það hefur kannski breyst á þessum tíma. Kannski svo er maður komið kannski með neikvæðu fréttina, þá kannski mun minnkandi frjósemi, þá erum maður að tala fædd börn á hverja konu. Þetta alþjóðleg leikni í vestrænum ríkjum og í öllum ríkjum efnahags- og framfarastofnunarinnar eða OECD að barneignum hefur fækkað á Vesturlöndum og sama leikni í raun og veru á Íslandi líka og þá kannski þörf fyrir minna pláss heldur en var áður en hins vegar á móti kemur að það eru fleiri fermetrar per nef heldur en kannski hefur verið áður eða á hvern einstakling og að það í raun og veru kannski maður segja að það eru svona rannsóknir sem sýna það að lækkandi frjósemi meiri ekki til þess að erfið að sé eignast húsnæði og kannski má segja, við fyrir að koma aðeins síðar að því að hins svokallaða leigukynslóð, sérstaklega kynslóðin sem undir 30 að hún hefur átt mjög erfitt uppdráttar inn á húsnæðismarkað sem betur fyrir það nú að svona losna úr því hér á Íslandi þannig að sá hópur hefur farið fjölgandi og má nefna að Íslandsbanki reiði á vaði til dæmis með 90% lán á íbúðum undir 30 milljónum fyrir ungt fólk og það var vel og hinn 90% lánsjö hefur verið álitin í raun og bara að finna illa þá kannski hentar það ágætlega þegar það kemur að þessum hópi nákvæmlega og svo náttúrulega séreignarsparnaðarúrræði ríkisstjórnarinnar sem hefur gert ungu fólki kleift að spara hraðar og borga hraðar inn á lán. Og þegar sjáum við í raun og veru þessum hlutföllum fyrstu kaupenda og þeim hefur vaxið fiskur hrygg að bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Þannig að þetta mjög ánægjuleg tíðindi og það þýðir það náttúrulega líka að það eftirspurn á neðri hluta fasteignamarkaðarins, það eftir minni íbúðum, þar með fara þeir sem eru í minni íbúðum í stærri íbúðum, þá eru þeir sem eru í stærri íbúðum, þá vilja þeir fara í sérbýli. Og svo kannski þeir sem eru eldri, það kannski helsti flöskuhál sem kannski vantar þá frekar íbúðir fyrir eldra fólk. Og það kannski smá flöskuháls þar sem vonandi leysist á næstu misserum. Það virðist vera mikil íbúðafjárfesting í gangi núna, mikil uppbygging. Þannig að ég held að þessi framboðsvandi sem við höfum hort fram á, hann leysist örugglega á næsta ári. Og veltan er vaxandi bara á markaðnum yfirleitt og hún svipuð árið 2003 og ég ætlum nálgist ekki árið 2004 þegar það svona var umbreyting á íbúðalánamarkaði á Íslandi. Í raun og veru má segja að 244% veltuaukning frá árun 2009 til 2015 þegar að markaðurinn fraus algjörlega og svo 26% veltuaukning á höfuðborgarsvæðinu frá 2014 til 2015 og það eru 5,7 sinnum fleiri samningum þinglýst heldur en 2009 þannig að við erum að horfa allt annan markað núna heldur en þegar allt botnfraus hér 2009. Við erum kannski að horfa eðlilegri markað þess vegna hann notaði 2003 áður en að íbúðalánamarkaðurinn umbreytist algjörlega og það var svona bólumyndun í kjölfarið. Að við erum svona í nokkuð eðlilegu árferði á húsnæðismarkaði. Því að nóvember þá man ég það ég held óbein fyrirlestur í Háskóla Íslands 2007 og þar sagði ég þetta væri allt orðið í bólu en ég segi að svo ekki í dag, ekki ennþá allavega. Og hérna sjáum við veltu eftir sveitafélögum annars vegar og svo þið sjáum mestu veltuaukningin í Reykjavík og stærri sveitafélögunum og svo velta á öllu landinu á föstu verðlagi sem sagt á myndinni sem fyrir neðan. Svo kannski það sem áhugavert en hvað fólk að kaupa? Einungis 11,2% kaupsamninga frá apríl 2015 til apríl 2016 voru yfir 50 milljónir króna þannig að það kannski það getur verið þungur róður að selja stór einbýlishús en tæplega 60% allra íbúða á öllu landinu þar að segja voru á bilinu 20 til 40 milljónir. Þetta er tölur fyrir allt landið og þarna sjáum við dreifinguna og þið sjáum þarna eru fjöldi íbúða seldar á hverju verðbili og þið sjáum þegar þið komið þarna yfir 60 milljónir að þá fer þeim stór fækkandi og má segja svo kemur svona smá punktur þarna yfir 100 milljónir
Og það kannski má segja að það sé líka fólk hér á landi sem hefur efni á að kaupa mjög dýrar eignir, en það líklegt að það þekkist allt á Facebook held ég, eða einhverju samfélagsmiðli. Þannig að þið sjáu hvernig dreifingin og það athyglisvert að sjá að það megin hluti þessara, og það flestir að reyna að kaupa sér íbúð svona undir 45 milljónum þegar litið á landið, kannski á stórhöfuðborgarsvæðinu þá algengt að fólk sé að leita að eignum undir 50 milljónum. En það er náttúrulega eins og að hlaupa eftir sér að það bara íbúðaverð hækkar og hækkar og frá desember 2010 þegar í raun og veru markaðurinn heild fór í lægð til september 2016, það er að segja bæði fjölbýli og sérbýli, að þá er raunverð íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu hækkað hvorki meira en minna en 36%. Þannig að þeir sem keyptu 2009, þeir hafa náttúrulega notið gríðarlegar ávöxtunar. Verð hækkaði að 6,7% raungildi árinu 2015 en hefur hækkað mjög skart núna á undanförnu ári frá september til september 10,1% og sérbýli hefur hækkað einna mest eða 10,4% einu ári. Þannig að ef við erum með sérbýli sem hefur kostað 70 milljónir fyrir ári síðan þá er það komið í 77 milljónir og ég held að sé nú ekki hægt að ná jafn góðri ávöxtun svona örugt eins og í því. En þannig það er þá líka tímabært fyrir marga sem er að hugsa sér til hreyfins að fara að selja kannski á þegar markaðurinn er kannski að nálgast toppinn og þá huga þessum breytingum ef fólki hugnast. Hér sjáum við mynd sem sýnir annars vegar rauða línan sýnir raunverð fasteigna og þið sjáu þarna skýrt og greinilega bóluna frá 2004 til 2009 og við sjáum að rauða línan fer ört vaxandi en gráa línan sem fylgir þarna fast og eftir er kaupmáttarvísitalan og þið sjáuð bæði þarna fyrst eins og ég bitnaði í húsnæðiskreppunum sem var kringum 92-94 að þegar 92 að þá var húsnæðisverð og þegar gráa línan yfir þá var húsnæðisverð tiltölulega ódýrt að kaupa þess 96 til dæmis var mjög ódýrt að kaupa svo var það orðið dýrt aftur 2000 og þá sprakk internetbólan ef þið munið því þá lækkar fasteignaverðið aftur og svo fór fasteignaverðið aftur að hækka 2004 við umbreytingu á fasteignalánum og hækkaði mjög skart en þarna var skil á milli kaupmáttar og hækkunar fasteignaverðs og svarta línan sem er þarna það sýnir raun og veru hlutfall launa og íbúðaverðs og við sjáum að ef það var undir 100 þá er ódýrt að kaupa það er mjög dýrt að kaupa þegar hún er yfir beinu línunni en við sjáum núna þá er þessi lína hún er svona skríður meðfram meðaltalinu eða sem rúmlega 20 ára meðaltali að það má segja sem svo að markaðurinn samkvæmt þessu er í jafnvægi en svo vel að merkja því að maður kannski ekki með mynd af því en vel að merkja þá þarf kannski líka að taka tillit til þess að taka verð og leiguhlutfall að hvaða leigu getur fengið fyrir húsnæðið oft er miðað við það að það var lengi vel þar fasteignavextir voru hærri það var 8% sem leiga þurfti að vera ári sem hlutfall af fasteignaverði ef við segjum að út af lækkun vaxta þessi 7% að þá er kannski leiga ekki þó að þessi kvartamikjum sé mjög há en þegar komið er íbúð sem er kannski 40-50 miljón krónar virði að þá er einnig 7% af því og deilið í 12 að þá er það töluvert há leiga þannig að fasteignaverð og leiguverð þarf alltaf líka að haldast í hendur og við sáum alltaf vextir lækkuðu ekki í dag hjá Seðlabankanum þannig að það lækkar ekki þetta hlutfall og þá er kostnaður við leiguna í raun og veru þess að segja 7% þá er í raun og veru að tala um vaxtakostnað sem er bara eins og húsnæðislánavextir pluss viðhald, pluss tryggingar og allt sem tilheyrir fasteignarekstri. Og ég svo sem ekki alveg reiknað hlutfallið nákvæmlega. Og í raun og veru fjölbýli hefur hækkað aðeins meira en sérbýli en sérbýli tók ekki eins mikla dýfu eða svona, það tók þetta svipaða dýfu og fjölbýlið en þarna í bólunni þá voru allir ríkir að kaupa sér sérbýli og þá var sérbýlið í raun og veru herra verðlagt með þessa vísitölur heldur en fjölbýlið. Þannig en þarna hefur eins og við sjáum þarna á endanum þarna 2016 að þá sjáum við að sérbýli hefur tekið mjög vel við sér undanfarið ár með annað. Þannig að þessi verðhækkun og
og þið sjáu þarna breytinguna sem varð á íbúðalánamarkaði 2004 og þið sjáu bólumyndun þar. Og svo bara má segja, þetta eru nú gamlar tölur reyndar því að við náðum ekki nýjar tölur fyrir þetta, það var eitthvað sérunnið fyrir skýrslu og Seðlabankanum, en íbúðaverð hækkaði í miðbænum að raungildi 38% fram til ársloka 2015. Þannig að það er gríðarleg hækkun sem átt sér stað á þessu svæði hér. Og 9,3% raunhækkun árið 2015 og það er möguleiki að útleiga íbúða til ferðamanna hafi haft verulega áhrif þar á, af því að í raun og veru er allt annað leiguverð þegar það er leitt til túrista heldur en almennings. Svo kannski bara rétt aðeins, þetta er nú svona tölur sem voru frá 2015 og þarna sjáu þið í raun og veru að meðalverð hæsta verðið var innan Hringbrautar og það var svona 422.000 krónur á fermetri 2015, það er alltaf hækkað tölvöld umfram það. En í Reykjavík þið sjáu að hæsta verðið er þarna eins og í Fossvoginum, Vesturbænum og svo er það lægra þegar það kemur inn upp í Breiðholt. Þannig að þetta sjáu þið fermetraverðið í raun og veru á lárétta ásnum er verðið í 1000 króna. Og svo kannski hlutfallslega hækkun bara á síðasta árið, þá sjáum við að húsahverfi sem er í Grafarvoginum hækkaði mest og það var töluverð hækkun líka í Fossvoginum og þarna sjáum við þarna Fossvogurinn er með mjög mikið af sérbýli og þarna sjáum við í raun og veru þá hækkun sem er átt sér stað sérstaklega og það er mikil eftirspurn skilst mér eftir því sem ég hef frá fasteignasölum eftir sérbýli í góðum hverfum Fossvogi, vestur í bæ, Seltjarnarnesi, Garðabæ sérstaklega. Og svo utan höfuðborgarsvæðisins, þar er Sjálandið svona í sérflokki í Garðabæ, þar er fasteignaverð mjög dýrt og Seltjarnarnesi líka, þó trátt fyrir það séu stór hús þar og svo lækkar þetta og Hafnarfjörður svona reggur lestina í verði fasteigna. En hins vegar þegar kemur að fjárfestingu þá náttúrulega hefur verið best að fjárfesta í Hafnarfjörðinum á árinu 2015. Ég tók aðeins til bara tölur, varandi svo fengið, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta nægilega vel, jú, kannski, að hérna er hverfaverð, og þetta er, má segja kannski, þetta er ekki alveg marktakar tölur, vegna þess að þetta er svo fáar mælingar, það eru fáar kaupsamningar á bakvið, þetta er bara þriðji ársfjórðungur, sem sagt 2014, 15 og 16, og við sjáum þarna 2016 og þá var lægsta verðið í Vangi í Garðabæ sem er svart, og hæsta verðið var á Seltjarnarnesi með þriðja ársfjórðung, 482.000, en þar endurspeglar reyndar að þar var töluvert mikið af nýbyggingum í sölu á Seltjarnarnesi og þar með hefur það dregið upp verðið. Þannig að það er kannski ekki alveg marktækt heldur. En þarna sjáum við svona hvernig þessi dreifing er og miðgildið er bláa verðið og þar hefur verið Mosfellsbærinn er svona miðja alheimsins í þessum fasteignapælingum, allan á þessum ársfjórðungi. Svo það er bara rétt aðeins að ein ástæðan fyrir því kannski að fullorðið fólk vil halda ennþá í sérbýlið ef þess að ungt fólk er alltaf að skilja eða flytja heim. Þannig að það geti gerst. Og er líka í erfiðleikum á húsnæðismarkaði, þannig að það þekkist bara fólk jafnvel að hátt í þrítugt, eða yfir lifið þrítugt sé að flytja heim til foreldrana. Og þá kannski hika mamma og pabbi við að selja og það er þægilegt að vera á Hótel Mömmu sem er allt straujað og huggulegt. Og það er þessi kynslóð sem fór kannski einna verst út úr fjármálaáfallinu, að hún er kölluð á enskri tungu generation rent eða leigukynslóðin og hefur átt í erfiðleikum með að kaupa, fyrst og fremst líka út af þessum eiginfjárvanda og svo hafa foreldrar ekki haft burði kannski eins og áður að hjálpa til við íbúðarkaup. En þetta er sem betur fer eins og ég sýndi þarna á tölunum áðan fyrstu kaupendur, þetta er sem betur fer að leysast og minnkandi atvinnuleysi ætti að koma þessum hóp til góða og þetta getur komist aftur inn á markaðinn. Og bara til þess að sjáuð hvernig leigan hefur hækkað, þá er leigu sem hlutfall leigu sem er þessi gráa lína þarna efst uppi, það hefur verið lækkandi þannig að það er orðið hlutfallslega ódýrara leigi heldur en áður miðað við fasteignaverð. Þannig að og rauða línan sýnir annars vegar er vísitala íbúðaverðs er rauða línan, svo svarta línan er vísitala leiguverðs, þannig að við sjáum að það fylgist mjög vel að en á tímabili var vísitala leiguverð hærri heldur en vísitala íbúðaverðs. Og þarna sjáum við líka að leigusamningum þeim hefur farið fækkandi núna á undanförnum misserum, þannig að það er aðeins svona leiknin fer aðeins niður af við,
leigusamningar voru mjög margir þarna 2010 til dæmis og þá hefum þeim farið fækkandi núna undanfarin ár sem sýnir það kannski að það eru fleiri sem að fara inn á séreignamarkaðinn. Og svona bara í lokin að það virðist nú allt vera í góðum málum og komu glóðheitar tölur frá Má Guðmundssyni í morgun að hagvöxtur yrði 4,8% á þessu ári og 4,4% á árinu. Já, þetta er reyndar glærur sem þetta er Hagstofan en ég var búinn að uppfæra glæruna þannig að ég held að sé 5% hagvöxtur sem er á þessu ári hjá Seðlabankanum og tæplega 5% 2017. Einkaneyslan fer mjög vaxandi og drífur hagvöxt. Kaupmáttur fer vaxandi, atvinnuleysi fer minnkandi. Höfuðborgarsvæðið er í sókn, þannig að þeir sem eiga eignir úr höfuðborgarsvæðinu ættu eiga auðveldara með að selja heldur en annars staðar á landinu. Þó að það sé kannski líka að breytast vegna þess að það eru atvinnutækifæri sem tengjast ferðamennsku á landsbyggðinni. Þannig að það er sem kannski sem betur fer á landsbyggðina að ná sér að strik út af því. Og aðflutnir frá brottflutta eru fleiri heldur en þeir sem flytja landi brott, þannig að fleira flytja til landsins. Það skapar auka eftirspurn. Bara séu yfir rúmlega 3.000 manns á fyrstu 9 mánuðum ársins núna, fyrstu 3 ársfjórðungum. Það segjum bara að ef það eru 3 í heimili þá er það rúmlega 3 í heimili þá er það 1000 íbúðir sem þarf. Og það er ekkert smá magn ef við horfum til þess. Og sérbýlið er í sókn. Fyrstu kaup fara vaxandi eins og ég segi. Velta jókst árið 2015 og heldur áfram að vaxa. Raunverð hækkaði 2015, 2016 hækkaði líka og það er líka til þess að svona markaðurinn náðu kannski aðeins svona jafnvægi árið 2017 en þó mun verður líklega að hækka áfram og leigan hækkaði en skuldir heimila sem er einn af þessum punktum líka að skuldir heimila eru komnar niður í rétt rúmlega 80% af vergri landsframleiðslu sem er svona lægsta hlutfall síðan við séð síðan bara einhver tíman aldamótin þannig að aldamótin 2000 þannig að það eru jákvæðar fréttir og það þýðir það líka kaupgeta fólks á miðjum aldri er meiri heldur en kannski áður fyrir í sérbýlinu. Þannig að hér ætla ég að þakka fyrir mig og vona að þetta hafi verið skýrt á skorinott og tek þá spurningar á eftir. Komið þið sæl. Ég heiti Elmar Árnason og er viðskiptastjóri hjá Einkabankaþjónustu VIB og ég ætla svona aðeins að reyna að fara yfir þær breytingar sem hafa verið að eiga sér stað á kerfi Tryggingastofnunar og taka gildi núna næstu áramót og og svo hvernig eignasala kann að koma inn í það kerfi og hvaða áhrif það kann að hafa. En við höfum náttúrulega verið að halda alveg gríðarlegan fjölda af fræðslufundum fyrir bæði viðskiptavinni bankans og bara utanaðkomandi og aðalmarkmiðið er náttúrulega að reyna bara að efla fjármálalæsi og þekkingu fólks til þess að fólk geti tekið réttar ákvarðanir byggðar á réttum forsendum af því að það er vægast hægt að segja að kerfi Tryggingastofnunar hefur verið alveg gríðarlega flókið með mörgum hugtökum eins og skattleysismörk, frítekjumark, húsbætur, framfærslubætur, ellilífeyrir og svo blandast þetta allt saman með mjög mismunandi hætti og enginn veit hvernig staðan er raunverulega. En þá kannski svona á fyrstu myndinni þá sjáum við hvernig nýja kerfið virkar. Það er verið að einfalda kerfið rosalega sem er mikil bót og þannig að núna virkar kerfið þannig að þeir sem í rauninni hafa lægstu tekjurnar eru raunverulega að fá meira út úr kerfinu og þeir sem eru með hærri tekjur eru þá mögulega að fá minna. Og við sjáum sem sagt appelsínugula litinn, það er það sem að kallast heimilsuppbót og er greidd til þeirra sem að búa einir. Hún getur orðið að hámarki 52.000 krónur rúmar á mánuði og sem sagt skerðist 11,9% fyrir hverja krónu sem aðili hefur í tekjur og ég útskýri það aðeins betur á eftir. Ellilífeyririnn sem er blái parturinn af myndinni, hann er sem sagt tæpar 228.000 krónur og hann sem sagt skerðist 45% vegna allra tekna sem viðkomandi hefur og það er þá bæði launatekjur og fjármagnstekjur sem þar telja. Þannig að hámarkið sem aðili getur fengið út úr þessu kerfi er þá 280.000 krónur á mánuði sem sagt að því gefnu að hann búi einn og það er töluvert hærra en var í kerfinu áður.
það er verið að hækka framlög til kerfisins 11 milljarða á ári með þessum breytingum, þannig að það er vissulega verið að í rauninni hækka bætur og umræðan hefur oft verið mjög ruglingsleg hvað þetta varðar. Það er 25.000 króna frítekjumark á greiðslum frá TR, þannig að fólk getur haft 25.000 krónur í tekjur á mánuði án þess að það sé að skerða greiðslur með nokkrum hætti. Og svo eru mörkin sett þarna þar sem að línurnar skerast við gula ásinn, að aðili sem er komið með 530.000 krónur á mánuði, hann kemur til með að fá ekki neitt frá Tryggingastofnun. Og þetta er svona kannski grunnurinn að kerfinu. Og svo er það spurningin, eins og við höfum margoft heyrt, hvað á maður að gera við séreignarsparnað í þessu kerfi og hvað áhrif eignasala kann að hafa. En varðandi séreignarsparnaðinn, þá í rauninni fáum við í VFB oft spurningu og heyrum alls konar sögur æfingar sem að fólk er að gera. Og það er til dæmis sagan það að maður eigi að taka út allan lífeyrissparnaðinn sinn áður en að maður fer að fá greiðslur frá Tryggingastofnun. Þetta er alveg kolrangt og útgreiðsla séreignarsparnaðar hefur engin áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun. Og það eru dæmi þess að aðilar hafa verið að taka út allan séreignarsparnaðinn sinn, lagt innan á bankareikning og fara þá að fá vaxtatekjur á bankareikningin sem á endanum skerða svo greiðslurnar frá Tryggingastofnun. Á meðan þessi aðili hefði geta haldið peningnum inn í séreignarsparnaðinum og þá væri hann að fá fullar greiðslur frá Tryggingastofnun og engar skerðingar út af séreign. Og svona þumalputta reglan í þessu er í rauninni svo að það sé best að geyma séreignarsparnaðinn eins lengi inni og hægt er. Það má náttúrulega svo líka skoða það ef að tilfellið þannig að maður vilji borga niður skuldir eða annað, að þá náttúrulega er það eitthvað sem maður þarf að skoða, en ef maður hefur ekki þörf á séreignarsparnaðinum að nota hann, að þá er betra að geyma hann inni. Varðandi það ef maður selur íbúðarhúsnæði og er að fá greiðslu frá Tryggingastofnun, þá hefur sá söluhagnaður sem hefur myndast á eigninni, hann hefur engin áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun. Bæði er þessi söluhagnaður undanþeginn fjármagnstekjuskatti og hann hefur engin áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun. Þannig að fólki ætti að vera óhætt að selja eignina sína þrátt fyrir að það sé að fá greiðslur frá Tryggingastofnun. En það eru auðvitað undantekningar á þessu og það er að ef að aðili hefur átt eignina í innan við 2 ár, þá þarf hann að greiða skatt af þeim hagnaði sem að myndast við söluna. Og svo á þetta líka við ef aðili er að selja aðrar eignir en íbúðarhúsnæði og þar nefnir skatturinn hestaskýli, bátaskýli og sumarbústaði og þess háttar. Þannig að þar þarf að borga skatt við sölu á slíkum eignum ef að þær eru seldar með hagnaði, en þær hafa ekki áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun, eins og kerfið er núna. Og svo eru það þeir aðilar sem að láta þessu verða og selja sínar fasteignir og ætla kannski að minnka við sig og enda með mögulega töluvert sparifé á milli handana. Spurningin er þá hvað eiga þeir að gera. Og þar komum við í VFB inn í myndina og við erum í rauninni í einkabankaþjónustu VFB stöðugt að aðstoða fólk við bara upplýsingagjöf hvaða leiðir eru færar í sparnaði. Við sjáum fyrir aðila að stýra sparnaðinum bara alveg komplett, þannig að aðilarnir þurfa í raun ekkert að hafa fyrir þessu og sömuleiðis eru við í verðbréfaráðgjöf og sparnaðaráðgjöf til þess að vega og meta þá fjárfestingarkosti sem að kunna að henta hverjum og einum, því að fjárfestingar hvers og eins geta verið mjög mismunandi. Það er mjög mismunandi hvað fólk er áhættu sækið eða áhættu fælið, hvað það er að fara að nota sparnaðinn eftir langan tíma og hvort að þolir sjá sveiflur á sparnaðinum eða ekki. Þannig að þetta eru allt saman hlutir sem við förum yfir með viðskiptavinum okkar og finnum út hvaða leið hentar best. Og eins og stendur þarna á glærunni, þá stendur eign í sjóði skerðir ekki greiðslur frá TR. Þannig að þetta í rauninni segir okkur það að það er hægt að geyma fjármuni inn í sjóðum og sjóðirnir ávaxtast í þeim fjármálagerningum sem eru undirliggjandi og svo ávöxtun er ekki að hafa nein áhrif á greiðslurnar sem að viðkomandi kann að vera að fá frá Tryggingastofnun.
það í raun ekki fyrir hann innleysir þann hagnað sem kominn á sjóðinn að þá telst sá hagnaður til tekna og hefur áhrif til skerðingar á greiðslur frá Tryggingastofnun. Og þetta punktur sem að margir vita ekki af og hefur oft leitt til þess að fólk sé að geyma peninga undir koddanum eða í bankahólfum eða annar staðar af því að það svo hrætt að þetta komi til með að skerða allt sem að það kann að fá frá Tryggingastofnun. Og ég með mynd sem að í rauninni sýnir hvernig þessi dæmi líta út í nýju kerfi Tryggingastofnunar og þar erum við með dæmi einstakling sem að býr einn. Hann með 300.000 krónur á mánuði eða 3,6 milljónir í laun og hann nýbúinn að selja húsið sitt og fekk 10 milljónir á milli handana úr þeirri sölu og hann ávaxtar það á 5% vöxtum. Og ástæðan fyrir því með 5% þarna það að það eru sjóðir sem að lausafjársjóðir sem að gefa ávöxtun nálægt þessu í dag og Seðlabankinn ákvað ekki að breyta stýrivöxtum þannig að við sjáum fram á að þetta vaxtastig sé að fara að haldast í einhvern tíma. Þá sjáum við þarna út frá kerfinu að þessi aðili, þetta fyrsti ramminn þar sem hann með 3,6 milljónir í laun og 500.000 krónur þá í fjármagnstekjur. Þá sjáum við að þessi aðili að fá 1,2 milljónir í greiðslur frá TR þrátt fyrir þessar tekjur og þá þegar við tökum þetta saman, bæði tekjurnar sem hann sjálfur með frá Tryggingastofnun og fjármagnstekjur eftir skatt, þá sjáum við að hann þarna með tæplega 3,7 milljónir eftir árið. Og svo tökum við í rauninni sama dæmi þar sem aðili með 3,6 milljónir í laun og hann hefur ákveðið að taka þessar 10 milljónir og setja þær í bankahólf þar sem hann fær enga ávöxtun. Þá sjáum við að hann fær 1.480.000 krónur í greiðslur frá Tryggingastofnun sem hærra en hinn aðilinn fékk sem að fær ávöxtunina en hins vegar fær hann enga ávöxtun á sínar 10 milljónir og endar þar að leiðandi með lægri upphæð þegar árið liðið. Og þetta oft það sem að fólk í smá basli með. Það í rauninni að hugsa það hvernig það getur hámarkað greiðslurnar frá Tryggingastofnun þegar að það ætti kannski ekki endilega að vera aðalatriðið. Og svo bara sama dæmi fyrir aðila sem að bara hættur að vinna og bara með engan lífeyri eða neitt og hann ákveður að selja húsið sitt, þar af leiðandi með engin laun en samt sem áður með 10 milljónir í sparnaði, að hann í rauninni kemur líka betur út í þessu kerfi. Þó að hann fái í rauninni minni pening frá Tryggingastofnun, þá endar hann með meiri fjármuni eftir að hann sé búinn að ávaxta þessa fjármuni sem hann fekk. Og bæði tekið tillit til skatts, skattþrepa, frítekjumarks og persónuafsláttar. Þannig að þetta bara raun niðurstaðan eins og þetta myndi líta út. Og í rauninni það sem við höfum oft verið að benda fólki á að hægt að gera, það að eins og ég sagði áðan með sjóðina, að það þegar að við í rauninni setjum peningin inn í sjóð, þá teljast engar fjármagnstekjur á okkur. Þannig að við erum þá að fá í rauninni fullar greiðslur frá Tryggingastofnun, alveg eins og aðilinn sem að ákvaða að stinga peningunum undir kodda, en hann raunverulega að ávaxta peningana. Hann bara ekki að innleysa hagnaðinn. Þannig að í millitíðinni fær hann hærri greiðslur frá Tryggingastofnun. Og aðilar geta geymt þessa fjármuni inn í sjóðum í fleiri ár án þess að hafi nokkur áhrif eða skerðingaráhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun. Og síðan þegar að því kemur að innleysa þann hagnað, mögulega mörgum árum seinna, þá kemur skerðingin á greiðslur frá Tryggingastofnun. En þá í millitíðinni búið að vera að ávaxta þennan pening í sjóðum og verið að fá fullar greiðslur frá Tryggingastofnun eftir því sem að fólk á rétt á. Þannig að ef aðili með yfir 530.000 krónur í tekjur á mánuði, þá hann hvort sem aldrei að fara að fá neitt frá Tryggingastofnun og þar af leiðandi þarf hann kannski ekki að vera að pæla jafn mikið í þessu, en hins vegar það vissulega kostir sem að fylgja því að fá skattfrestun og annað sem að fjárfestingar í sjóðum hafa í för með sér. Og svo tók ég líka bara sem dæmi, svona lítur dæmið út ef þetta ekki einstaklingur sem að býr einn, heldur
fólk í sambúð og það bara í rauninni nákvæmlega sama sagan. Sem sagt aðilar koma betur út með því að vera með fjármuni í sparnaði, fá mögulega minna frá Tryggingastofnun en enda með meira fjármagn á milli handana. Ég ætla kannski ekki að fara neitt nákvæmara í þessar tölur og svo er bara önnur mynd í rauninni sem að sýnir þessa skerðingu, sem sagt það er þessi skerðing 45% eða 45 aurar á hverja krónu sem að fólk hefur í tekjur, hvort sem það eru launatekjur eða fjármagnstekjur, upp í 531.000 krónur. Og það er sem sagt einstaklingurinn sem að getur þarna fengið max 280.000 krónur og fólk í sambúð einstaklingur í sambúð þá þarna tæplega 230.000 krónur. Og svo sjáum við hvernig það tikkar niður í 0 eftir því sem að tekjurnar verða hærri. Ef aðilar eru í eignasölu og eru í einhverjum vafa það hvernig skattaleg meðhöndlun eða annað kann að vera með þær eignir, þá bara ráðleggjum við viðkomandi eindregið að hafa samband við endurskoðendur sem eru með sérstakt starfsleyfi til að aðstoða við þessi mál. Og við erum líka sömuleiðis að sjálfsögðu tilbúin til að veita allar þær upplýsingar sem að við kunnum að veita og fara yfir þessi mál með fólki að kostnaðarlausu. Þannig að það er bara að gera að nýta sér það og sem sagt við erum með alveg mjög mikið af upplýsingum á heimasíðun okkar eins og Sveinbjörn var búinn að koma inn á www.is/60 og endilega kíkja á það og þar er í raun búið að uppfæra reglur miðað við nýja regluverkið sem er að fara að taka gildi áramótin og þar er sömuleiðis hægt að komast inn á nýja reiknivél sem sagt Tryggingastofnunar sem að maður bara slær inn forsendur í og þar kemur niðurstaðan hvernig þetta lítur út fyrir mann sjálfan. Hún er frekar einföld í notkun og ég mæli eindregið með því bara að allir kíkja á það og kynni sér hvernig staðan kann að líta út ef að það styttist í þessi mál hjá fólki. Lengra ætlaði ég ekki að hafa það, þannig að þá bara getum við Magnús tekið við spurningum ef það eru einhverjar.